Það tekur í hana hjá honum. Já. Þar kom það sko. Að sitja heima á meðan að loðnuvertíðin eins og hann þannig að bryggjan ákvað að skella sig bara á sjó á loðnu og það gengur vel að veiða en við erum hérna borð í Víkingi sem ábyggilega nýjasta uppsjávarveiðiskip flotans 3000 tonna fiskveiðiskip og hér erum við svona eiginlega í miðjum túr að veiða og eins og fyrir segir þá bara gengur vel og það mikil upplifun að fá að vera með þér. Þetta nú svona heilmikil aðgerð, kannski svolítið svona langdregnari en ég gerði ykkur í Hugalund og sko það er alls konar græjur í gangi. Hér er þetta svarta rör. Þetta er slöngubarki sem liggur niður í dæluslöngu sem dælir loðnunni hérna úr pokanum hérna upp og hérna skilur þessi græja sjóin frá, heitir skiljari og þaðan leggur loðnan niður í restarnar. Þeysist úr netinu eða úr nótinni eins og maður segir í gegnum þetta rör og hérna inn. Já, og sjórinn fer út hinum megin og loðnan leggur hérna niður bara í þau hólf sem við viljum að renni í það skiptir. Var þetta gott kast, fyrsta kastið? Fínasta kast, mjög gott. Ef það verður annað eins á eftir, er þetta þá bara komið eða hvert er markið? Það er nálægt í. Það er gæðilega að þetta séu kannski 7-8 tonn volandi. Það er ekki 3000 tonn í þetta skip, af hverju fyllið það ekki? Það er verið að hugsa bara gæði, það er að vera með kælt og líka upp á fyll ekki allt upp á Skaga strax. Það er til afkast að geta í bræðslunni þar. Þannig að það er svona að reyna að gera þetta bara milliveginn í þessu, stutt að fara á svona. Hvernig eru aðstæður í dag? Frábærar bara, það gerist ekkert betra. Þetta er bara Svo við sáum kannski hérna á það, þá sáum við hana krauma hérna, ég hef aldrei séð þetta áður, þetta er nokkuð tíma. Já, hefur aldrei séð þetta svona? Kraumandi loðnunni, þetta er... Það er rosalega flott torfa. Þetta er hérna, þannig að þið fáið bara... Fáið það besta af öllu. Frábæran dag, myndi ég halda. Nú erum við bara að þurrka að nótinni og dæla restina að fyrir að minnka hérna verulega í henni. Þannig að sko nótin til að hífa hana upp úr sjónum og leyfa henni aðeins að þóta? Já, þurrkum við að sko. Og það gengur betur að dæla. Já. Þetta var gott kast eða ekki? Jó, mjög gott kast. Örugglega 700-800 tonn örugglega. Hvað tekur þetta það byrja langan tíma þið kastið út, svo halið inn og er að koma hérna fiskinum inn í skiljaran svo kallaði? Jú. Hvað er þetta ferlið svona cirka langt? 2-3 tímar? Í kastið, já, alveg á 2-3 tímar.
gengur misjafnlega að draga, sko. Það gekk mjög vel núna. Já, hvað getur svona verið sett strikka reikningin? Það getur svo margt komið upp á. Allur andskotinn? Já, allur andskotinn. Þetta er aðeinslega aðstæður hérna? Já, mjög góðar. Mjög góðar. Við fáum kannski ekki alveg raunsanna mynd af þessu, hvernig sjómannslífið hérna er? Nei, þetta er bara blíða, sko. Já, það er það skilið. Já. Halda fram. Takk. Já, hvernig er þessi túr svona frábrugðin þeim sem þið fóruð síðast? Hann er nú bara að vola svipaður. Það var meira fiskir í síðast. Meira fjör í því. Já. Hvað náðu þið miklu? 2000 tonn, rúm 2000 tonn. Já. Og þið hafið lendið sem við upplýðinni? Já, það var eins og heiðatörn bara. Það var ekki það var bara spegill. Ég sá hérna áðan að Hákon frá Grenivík, sem gerir reyndar ekki út það, hann kom hérna að og hvað var í gangi? Því að það var dælt úr honum loðnu og hingað inn. Hvað er þá að gera? Hvað er þá að gerast? Já, okkur þykir betra að þykja en gefa, þannig að það hefur oft bara svona þegar við veiði, þá miðla bátarna á milli. Ábyrga fiskveiðar. Það er bara fyrir leið. Jú, það er rétt að hafa það þannig. Þannig Hákon hefur veitt of mikið fyrir sínar fristi geymslu. Já, ég heldur reyndar að það sé ekki að taka í frost, ég held að sé að taka bara í hróks. En allavega hann háa hana bara mjög mikið og þá dælt á milli. Er það vanalegt? Gengur það bara þannig fyrir sig? Já, ef það er hægt bara ef við til þess og þá er það alltaf gert. Þá gefa bara skip hvort öðru eða áhafnir? Já, það er ekkert verið að selja neitt svona. Nei, maður hendur þessu ekki aftur í sjóði? Nei, það er ómögulegt. Mér skilst að þú sett búin að vera lengur á loðnu svona heldur en vel flestir áður en ljósapyramaðan fundin upp. Hvað varstu gamall þegar þú fórst fyrst? Þetta er þvæla. Algjör þvæla? Já, ég er búin að vera, ég er alltaf búin að vera lengi á þessu. Ég var bara úlingur, eða svona stráklingur í byrjaði. Já. Það var ekkert óalgengt þá, ég þarf ekkert að láta það lítið út þegar ég er eitthvað 40 gamall. Og það, ég meina... Ég er að röfla hérna þetta fyrst. Já, ég verður að röfla þér, já. Þú ert með hérna, hátalar hérna á þér, segja ég. Hvað gerðist? Ég meina, varstu bara svona heillaður af sjómennskunni? Var þetta sko, gerðist þetta bara leið að þú vildir stunda sjóinn og vera á nótinni til dæmis? Já, ég er nú bara svona fættur hálfgerði fjörulallið sko. Já, það var sjómenn, ég meina, það var sjómenn í fjölskyldunni. Já. Ættirinn, það var sjómenn bara. Já. Þannig að það kom nú svona til bara. Það sjálfur sér sko. Hefur einhvern tímann lent í einhverjum háska á öllum þessum árum? Nei. Bara vondum öðrum og leiðindum? Já, sem betur hefur verið lausið það. Já. En ekki brælur náttúrulega, það kom alltaf brælur. Við erum bara einstaklega heppin í dag. Það ekki. Þurfum við að fara aftur heldurðu, veistu eitthvað um það? Já, við þurfum að... Ná upp í þessi 33.000 tonn sem að grandi á? Jó, við þurfum að neila það er nóg í boði, sko. Sprinklandi loðna át allt og þorskurinn eins og boltar? Já, svartur sjór á loðnu og þorskurinn feitur alveg hinn. Þetta er allt eins og dáver. Já, mér sýnir það. Þið gangi ykkur vel? Hvað er að gerast núna? Þakkaði fyrir það. Það er verið að slaka bara aftur, þetta er að vera búið. Já, það þarf nú kannski þriðja kastið? Já, mér sýnist allt stefnið það. Því nú heldur sver, ég ætla að fara á bíó í kvöld. Ég held að það sé útilokað. Það sýnist mér. Takk. Ok. Nú erum við komin niður á dekkinu, við erum komin hingað niður. Það verið að mæla hvað er komið mikið af loðnu, hvort að við getum fara á stímið aftur tilbaka eða hvort við þurfum að kasta aftur. Vélstjórinn hann Helgi er hérna hjá mér. Þetta er það bil hvað? 1600 tonn sem við erum komin? Já, við erum komin með ykkur, það eru rúm kannski 1600 tonn. Við erum að kæla þannig að við erum með fullan bátinn. Svo erum bara prósentin á móti. Þannig að við erum með svona 30-40% af sjó sem við erum að kæla. Við erum komið með loðnuna kælda í land. Sko þeir eru að tala hérna upp á dekki að vanti svona 100 tonn kannski. 100 pluss kannski. 100 pluss kannski. Eru verið að fara í heilt kast út af því? Já, það er bara spurning hvað kallir stjórn á því náttúrulega. Svo getur vel verið að sé einhverjum afganga eða eitthvað. Þannig að við eigum það bara að metum eftir, hringi kannski í land líka. Hvað menn vilja gera. Hvort þau vilja fá okkur inn eða eigum að sækja kasta aftur fyrir það sem við máttar.
Við viljum náttúrulega kasta aftur, það er engin spurning. Það ekki? Jú. En það er undir Berta í brúnni, er það ekki? Jú, hann áverðum að hringja eftir og spyrja hvað vantar mikið. Já. Þannig að þá er spurning hvort ég segja að vanti þess meira heldur en það vantar, þannig að fá hann til að kasta aftur, það veit það ekki. Sumir vildu nú fara heim og vildu komast í bíó. Já, þeir geta gert það strákarnir en við vélstjórnir, við erum bundnir alltaf við skipið, þannig að það er gott að þeir geta farið í bíó. Hve marga túra, loðnutúra hefur þú farið á? Hefur verið tölu á því? Nei, ég hef búinn að vera á uppsjáðum ég segir eins og leigubílstjórnir, það er bara, ég haf 20 ár. 20 ár? Já. Aldrei karl að þér að gera neitt annað? Nei, ekki ennþá. Ég finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Okkar starfi líka mjög fjölbreytt, okkar vélstjórna. Hvernig er það frábrugðuna heldur en þeirra sem eru hérna upp á? Þú kannski tókst eftir að ég er nú lítið sést hérna. Við erum bara, núna til dæmis var ég búinn að vera að græja þetta tankana og kælinginni komin í gang. Þannig að það fer lítið fyrir okkur en við erum að gera helling. Það er svona meira í innifötum heldur en þó setjast stígvélum sko. Já, það er því ég nenni ekki að ég er alltaf að hlaupa niður í vagnklefan. Það er bara okkar skrifstofa. Þannig að ég nenni ekki alltaf að vera að fara úr og í gúmmígallann sko. En þetta er nú orðið það, maður sleppur alveg og það fær svona smá sull á sig, það sleppur alveg. Það ekki? Jú. Takk Helgi. Já. En það er einmitt þetta sem að er verið að slægjast eftir. Þetta eru verðmætin og hér er eitt stykki, nei, þetta er karlkyns, þetta er ekki alveg það verðmætasta, heldur þetta. En það er þessi sem er verðmætust og það eru hrognin sem verið er að slægjast eftir, þetta er það alverðmætasta og eiginlega bara lyktarlaust. Já, við erum búin að vera núna það bil 8 tíma út á sjó, annað kastið komið og svona kemur ljósrétt eftir hvað það er mikið í því, en Albert Sveinsson skipstjóri, hann er hérna hjá mér að sjálfsögðu í brúnni á sínum stað. Þetta er 4. túrinn ykkar, eða ekki? Þetta er 4. túrinn, já. Já, sérst á loðnuveðina, já. Sko þá hafið þið væntanlega farið algjörlega leið og það var samið í deilunni. Var þá allt á sínum stað hérna, tilbúið? Jú. Við þurftum að ná í skipið austur og sigla til Reykjavíkur, ná í nótina og það passaði hérna þegar verkfallið leystist og þá vorum við að klára að taka, fórum við að byrja að taka veiðarfæri um borð og fórum fljótlega eftir það. Já. Nú þetta eru hvað 33.000 tonn sem HB Grandi á í kvótan og það er nú svona saxast á þetta. Hvers væntur af aflanum í dag? Hvað heldur þið ná Emil? Við erum að stefna á að fara í land með 1500 tonn eitthvað svoleiðis að vigta loðnu. Það er stefnan hjá okkur í vinnsluna. Þannig það er eiginlega vinnslan sem að ræður þessu að því þið þurfa að koma með eins ferskt og hægt er. Það er nú svona dagskipunin nú til dags. Já, vinnslan og vinnslan stjórnar okkur svona nokkurn veginn hvað við erum að koma með mikið. Og dagskammturinn er 1500 tonn. Er þetta vanaleg mið sem við erum núna á og maður sér nú önnur skip hérna, eru mörg á sömu miðum hérna á við núna? Já, þetta er hefðbundna loðnuslóðir hérna í Faxaflóa og hérna erum við yfirleitt ofta að klára loðnuvertíðina og hérna norðar í Breiðafirðinum og þetta er svona skemmtilegasta svæði hérna finnst mann alltaf. Það eru fleiri hérna? Já, það eru fleiri skip hérna. Ekki bara íslensk? Það eru Færeyingar og Grænlendingar hérna líka. Já. En hvernig er sko, þetta er svolítið kapplaup því að loðnan er að fara að hrygna. Já. Sko, hvað er langur tími eftir til þess að ná henni áður en hún drefst? Svo er það alltaf góð spurning sko. Er það ekki vita? Nei, sko, þetta fer allt eftir bara veðri og hérna, já, hún er náttúrulega misjafnlega langt gengin og hérna, það er nú oft þannig að það er góð veiði þangað til að allt í einu hún fer að losa úr sér sko. Þá fer þetta að verða svona frekar erfiðara, svo náttúrulega ef við fáum vestangöngu þá lengist oft í þessu, en vonandi höfum við allavega 2 vikur í þessu, maður er að vona það. Hvort það svo spá rætist, maður veit það ekki. Já, þið viljið helst fá hrygnu í nótina?
og hvað, viljið þið kannski bara aðalega fá hrygnu, gagnast ekki karlfiskurinn mikið? Já, hrygnan er verðmætust fyrir okkur núna. Já, út af lítið hérna ráefni í kallinum og helst viljum við fá eins mikið að hrygnu og mögulegt er og reynum að leita eftir því hérna að fá sem mest í hverju kasti af hrygnu og núna vorum við með 55% kvensíli en hefðum viljað hafa að meira. Já, akkurat. En það er svolítið snúið að ná henni, loðnunni? Það er stundum svolítið snúið. Já, hvers vegna? Hún náttúrulega haga sér misjafnlega. Hún stundum er hún í mjög þéttum torfum og stundum í ekki svo sterkum torfum og litlum. En vandamáli hefur verið núna svolítið hjá okkur að þetta er búið að vera mjög mikið að loðna og stór og sterk torfa, eða þykk, svona þétt torfa. Og vandamálið er að kasta inn í torfuna á þess að lenda í vandræði með nótina af því það kemur svo mikið í nótina. Sko. Og þá eru menn að reyna að skammta sér kastið með því að kasta pínlítið af nótinni inn í torfuna og út úr henni aftur. En eins og þetta er hérna í dag, þá er þetta breyst svolítið og þetta er orðna minni torfur sem er mjög passlegt að kasta á. Eru þið með mæla hérna eins og inn í brú hérna, það eru nú margir skjáir hérna, getið þið einhvern veginn séð á hvert þið þurfið að hreyfa ykkur? Já, við sjáum það greinilega, erum með þessi ASTIC-tæki sem að sýna okkur hvernig torfan er að ferðast. Svolítið eins og svona sónar? Já, þetta er sónar og köstum eftir því og svo ferða eftir straumum og vindum líka hvernig við köstum á torfuna. Hversu langir eru þessir túrar sem þið eru að fara núna í loðnuna? Já, svo er það sko. Það er nú allur gangur á því. Við höfum verið mjög stutt í túrunum, eða svona frekar stutt. Þannig að túrarnir eru svona yfir daginn eða nóttina upp í sólarhring kannski, svona á veiðum. Á nótinni þá er þetta allt miklu óútreiknanlegra, er það rétt hjá mér? Já, þetta er svona, þetta er mikið aksjón og mikið kapp. Já, þetta er allt öðruvísi heldur en á trollinu? Já, þetta er mikið öðruvísi. Nótin er alltaf óbúslega skemmtileg, en hún er jafn skemmtileg og hún er leiðileg, reyndar. En það kemur ekkert í hana? Já, það getur verið þannig að það þurfa að kasta mikið og kemur þá lítið af fiski, sko. Já. Það getur verið þannig. Við erum með 13 jáhöfn á nótinni og 8 á trollinu. Já, af hverju er svo mikill munur? Nótin er erfitt verkfæri og það þarf svolítið að mönnum við það að halda í teinana og koma garninu niður aftur. Og það er oft mikil átöku í því en trollið er svona, það er allt öðruvísi veiðiskapur og það þarf ekki eins margar hendur við það. Hversu lengi þurfum við að stoppa í löndun? Nú förum við aftur á Skagann, tökum stímið hérna, þessa 30 sjómílur, 2 tíma kannski. Hvað þurfum við svo að stoppa lengi? Svo mun löndun og okkur taka svona 1,5 sólarhring eitthvað svoleiðis. Og svo er spurning hvað vinur sem verður búin að landa mikið þegar við komum. Já, sem er sambarilegt og Víkingur. Já. Hann var með eitthvað svipaðan afla og reikna með að við tökum með núna. Ég kannski að loka með áhöfnina, er þetta stöðug áhöfn? Já, það er búið að vera sama áhöfnin hérna síðan að skipi kom og við erum flesti búin að vera hérna saman og vorum að faxa í mörg ár áður við tókum við þessu skipi, þannig að það er búið að vera stabil áhöfn hjá okkur hérna. Hver er helsta breytingin að þið eru búin að vera á Víkingi núna 1 ár? Hver er svona helsti munurinn sem að þið finnum? Helsti munurinn hérna er náttúrulega skipið miklu stærra og það er bara mjög góður aðbúnaður hérna og skipið veitir okkur ákveð öryggi. Hann er hár á sjónum og er mun betra fyrir okkur að ferðast á honum í vondum veðrum. Þannig að það er svona, hann er öflugur. Já, hann veitir okkur svona öryggi, þetta skip. Segðu mér Albert, núna erum við á laugardegi, við fórum klukkan 8 í morgun og sólin var nú eiginlega bara að byrja að skína þá. Það er búið að vera bongóblíða á veiðunum hérna og
virkilega góðu mórall og allt það. Er ég að fá réttu myndin af sjómannslífinu? Þetta er eiginlega eins ljúft og það getur verið í dag. Er það ekki? Þetta er ekki bara besti mögulegi dagur? Já, þetta er svona eins og best getur verið. Já. Það eru þessi dagar. Og það eru þessi dagar sem að gera þetta virkilega skemmtilegt. Ég var að koma aftur kannski þegar verða veður. Já, við vorum að pröfa það. Albert, takk. Takk fyrir. Já, nú er aðeins farið að blása og fyrir að svona, líða að kvöldinu hérna. En það er ennþá verið að kasta og ég veit ekki, hvernig finnst þér að hafa gengið? Við erum búin að vera hérna í, 8-9 tíma núna? Það er bara gengið fínt, Já. ekkert mál, bara mókfiskir í. En þegar þú horfir hérna yfir á hafið, sko, getur maður séð, sko, það er alltaf krökkt af mávi og fugli, getur maður séð það hvar torfurnar eru? Það kemur stundum fyrir en það er ekki núna allavega. Já, við svo sáum við vaðandi í loðnu, ég hef ekki séð það áður. Og þó er ég búinn að vera í mörg ár á loðnu. Hvað ertu búinn að vera lengi? Ég fór fyrst á loðnu 1979. Svegur það. Og hvað hefur nú breyst síðan þá á notaveiðunum? Stærri skip, stærri veiðarfæri. Maður er ekkert á kafi núna eins og var áður fyrr. Og öryggismálin? Jú, það er náttúrulega batna til muna, jú. Enda færi slys sem betur fyrr. Ég er búinn að vera svona að fylgjast með ykkur og bæði hérna frá brúnni og vera inni bara í huggulegheitum og horfa yfir. Þetta er helviti langar tarnir hjá ykkur. Þetta er stutt núna. Já, er það? Já, þetta getur ekkert verið betra. Ekkert það? Nei, það er bara verið að á meðan við erum á miðunum. Það er svoleiðis. Já. Hlýtur nú að vera svona meira basl hérna áður þegar þú byrjaðir. Það bara hlýtur að vera. Já, það var miklu meira unnið á höndum heldur en núna, sko. Hvers minnistu svona helst kannski sem að menn svona þurftu að láta yfir sig ganga? Það var allt saman bara. En bara gerðu það sem voru beinir Það var ekkert flókið og er náttúrulega svo með það er ekki það, sko. Já. En þetta er bara samvinna. Það er allir að vinna saman. Hvernig sko ég sé að mórallin er rosalega góður hérna. Allavega er ég búinn að vera hér í nokkra klukkutíma með okkur og svona sem glöggt er gests augað. Það sé ég þetta er góður hópur. Sko, hvernig nær hann saman? Hvernig nær maður saman svona góðum hópur? Er það heppni eða? Já, kannski. Við erum náttúrulega, kannski. Við erum búin að vera saman mörg ár náttúrulega, áhöfnin. Við erum búin að vera saman örgulega hérna þessi áhöfn, bara meiri partinn 10 ár. Svona flest allir. Er það óvenjulegt, veistu það? Ekki á uppsjávarskipum í dag og síðan, bara 2000 og eitthvað. Þetta er náttúrulega búið að vera uppgangur í þessum veiðum, tekjum og öðrum. Menn er ekkert að sleppa plássum fyrir það. Þannig að þeir haldast á sama stað og þar að leiða þá náttúrulega þéttist hópurinn og verður góður. Já, akkurat. Og menn vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera. Það þarf ekkert að biðja menn neitt, þeir bara gera það sem þeir eiga að gera. Það gengur það vel. Já, nákvæmlega, takk. Eins og búið að gera í þessu túr. Já, í þessu túr? Já, nákvæmlega. Erum við ekki að ná þessu? Vonandi. Annars kostum við bara aftur. Það er ekki flókið. Já. Ég er koppur á kúter frá Sandi. Ég fær kjafsök hvern einasta dag. Og ekki líður mér betur í landi ef ég lendi við konun í slag. Hún er tvígild að afli, hún Tóta, að ég tala ekki sé hún reið. Enda tek ég þá fljótast til fóta, því að flótt er sú einasta leið. En á kúternum allir sig krossa. Já, túrnum er lokið og klukkan er rétt að verða 1 eftir miðnætti og það eru cirka 12 tímar að baki við fiskrí á loðnu og mér skilst að þetta sé bara svona nettur og þægilegur túr, 12 tímar og ekki var verra hvað veðrið var gott. En það var komið með þann afla sem til var ætlast. En það má líka nefna það að þessi áhöfn fer stundum í svo langa túra að stímið, til að mynda ef þeir fara til Vopnafjarðar austur og þá er stímið yfir 30 klukkutímar aðra leið
annaðins tilbaka og þá ekki tekinn sá tími sem fer í sjálfar veiðarnar. En svo bara að sjá, og þetta náttúrulega það sem allt snerist það eru hrognin og svo bara að sjá hvernig unnið úr þeim.